Hefur þú einhver tíman hugsað hvernig einföldustu hlutirnir verða óyfirstíganlegir þegar þú eldist? Hugsaðu þér að missa getu til að borða sjálfur eða klæða þig. Í Ísrael stendur fjöldi aldrara frammi fyrir þessum daglega veruleika, áskorunum sem eru ekki bara líkamlegar heldur ræna þau líka sjálfstæði og virðingu. Þetta er ekki bara spurning líkamlega erfiðleika, heldur snertir þetta einnig þröngan efnahagslegan veruleika þeirra, þar sem mörg reiða sig á lág laun eða örorkubætur. Það er erfitt að horfa upp á tæknilausnir sem gætu breytt öllu, eins og meðferðarvélmenni, séu utan seilingar fyrir þá sem þurfa mest á þeim að halda. Þessi vélmenni eru ekki lúxus, þau eru lausn sem getur snúið lífi fólks á hvolf. Þau geta létt á álagi í umönnunargeiranum, dregið úr skorti á starfsfólki og, það mikilvægasta, veitt öldruðum sjálfstæði, öryggi og frelsi í daglegri rútínu. Hugsaðu þér hversu miklu það skiptir að geta baðað sig sjálfur, klætt sig án hjálpar, eða fengið aðstoð við að borða þegar þú annars værir algjörlega háður öðrum. Þetta er tækni sem gefur fólki virðingu sína aftur, gefur þeim möguleika á að ráða yfir eigin lífi aftur. Við skulum taka sem dæmi Söru, 80 og 5 ára ekkju, sem þjáðist af erfiðleikum við að komast fram úr rúminu. Einföld meðferðarvélmenni hefði getað aðstoðað hana við þessa grunnþörf og viðhaldið sjálfræði hennar án þess að krefjast stöðugrar mannlegrar nærveru. Þannig erum við að tala virkilega mikilvæga lausn. Það er komin tími til að breyta hugsunarhættinum. Að koma háþróum meðferðarlausnum og sérstaklega meðferðarvélmennum inn í heilsugæslukerfið okkar er ekki bara réttlætismál, það er snjöll fjárfesting í heilsugæslunni og samfélaginu í heild. Þannig getum við tryggt að tækni sem bætir lífsgæði verði ekki bara forréttindi fárra, heldur verði hún aðgengileg öllum sem þurfa á henni að halda. Sjálfstæði, virðing og lífsgæði eru ekki forréttindi. Þau eru grundvallarréttur. Til að læra meira framtíð umönnunar, horfðu á næsta myndband.